Velkomin að samkomu United Reykjavík. Gott að sjá ykkur, þið sem að ég sé smá. Við ætlum að lofa Guði í kvöld. Amen. Og við ætlum að beina sjónum okkar á hásæti hans. Við erum ekki með trommuleikar í kvöld, þannig að krafturinn í kvöld kemur frá hjartan okkar og í söngnum okkar. Amen. Amen. Þannig að eins og við gerum alltaf, en í kvöld ætlum við að fá ykkur til þess að syngja ekstra mikið með okkur í lofgjörð. Og bara beinum sjónum okkar á hásæti hans og gleymum okkur bara í lofgjörð til hans. Því að það er í lofgjörðinni það sem að friðurinn kemur, það sem að róin kemur, það sem að lækningin kemur, það gerist svo margt í lofgjörðinni. Það er heilagur staður að vera komin í lofgjörð fram fyrir hásæti konungsins. Við skulum rísa á fætur, þið sem getið. Heilagi Far, ég þakka þér Drottinn fyrir að við fáum að lofa nafnið þitt. Drottinn minn og Guð, beinum sjónum okkar að hásæti þínu. Far, ég þakka þér Drottinn minn fyrir að þú ert hér. Það stendur í þínu orði að þar sem 2 eða 3 eru samankomnir, þar ert þú mitt á meðal. Og ég þakka þér Drottinn minn að þú ert hér í dag. Þú ert hér til að mæta einum og sérhverjum sem er búinn að gefa sér tíma, taka frá tíma, keyra hingað upp yfir, koma hingað til þess að mæta þér, Drottinn. En ég þakka þér Drottinn minn að þú ert hér. Og ég bið þig Faðir að það fari enginn héðan út ósnortinn af þér, Drottinn. Heilagur ertu, Drottinn. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing it sama all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest nights you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful.
samkomu hjá United Reykjavík. Velkomin og það gleður mig að sjá ykkur öll. Þið eru búin að taka frá tíma, eins og ég segi alltaf, til að koma hingað, til að lofa Guð og hlusta á orðið og hitta vin okkar og taka utan hvort annað og biðja og lofa Guð. Mér var hugsað það árstíðir. Núna erum við verulega mynd á það hvaða árstíð er komin. Hvaða árstíð er núna hjá okkur? Já, það er vetur, það er svolítið kalt. Og ég man eftir fyrst skiptið, ég var að vinna í Burkina Faso í Afríku og við vorum að tala við krakkana í skólanum og segja þeim frá Íslandi og þá var einmitt spurt bara, það var bara býtu, eru þið með 4 árstíðir? Við erum bara með 2. Svo kynntist í því lengur sem ég hef unnið meira í Afríku og kynntist í því náttúrulega. Það eru þurrkatími og regntími. En við á Íslandi fáum alls konar árstíðir. Við höfum 4 árstíðir. En það er líka þannig í líf okkar að það eru árstíðir, getur maður sagt. Það er árstíðir í lífinu. Það er sorgartími, gleðitími, það er uppskerutími, það er mikill vinnutími stundum með svona árstíða okkar sem við erum bara að vinna. Og ég man eftir því þegar börnin mín voru ung og ég var ung mamma og mikið að gera að sinna börnum sem voru að byrja í grunnskóla og mér fannst þetta svo yfirþyrmandi og þetta var svo mikið mál, keyra á æfingar, sækja og svo voru vandamál að koma upp í skólanum og keyra fram og tilbaka og líf mitt bara snerist þessi börn og ég mani, ég var einhvern tíma í mjög viðkvæmu ástandi þá talaði við Döddu hérna í kirkjunni og ég sagði við Döddu bara maður á ekkert líf. Það bara snýst allt börnin og skólan og heimavinnuna og allt þetta. Og þá sagði Dadda við mig að það er bara þessi árstíð í lífi mínu. Það er að sinna börnunum mínum og sinna þeim vel og njóta þess. Og hún sagði við mig, Laufey, njóttu þess. Njóttu þess árstíma. Svo kemur annar árstíma. Svo kemur að því að þau vaxa úr grasi og flytja heiman og svo kemur árstímið þar sem þau þurfa að sinna þér. Og í gær var ég að biðja fyrir mömmu minni sem var 85 ára og ég biðja alltaf reglulega fyrir henni og ég var að biðja fyrir henni held ég á föstudaginn. Þá var ég heima og var að biðja fyrir öllum ættingjónum mínum og svo þegar ég kom á mömmu og mamma er 85 ára og ég byrja að biðja fyrir mömmu bara spennandi tímar og það er svo gaman hjá henni. Nú erum við í þessari árstíð og jafnvel þegar við erum 85 ára þá erum við að vænta þess. Þegar við erum með lítil börn, þegar við erum lítil sjálf og þegar við erum ykkur sama hvar við erum, 15 eða 85, þá að vænta ykkur góðs að það sé spennandi hlutir og við erum að lifa bara eins og það er bara nóg að gera í Guðs ríki, vegna þess að það er nóg að gera í Guðs ríki. Það er verkefni fyrir okkur öll, hvaða árstíð sem er og svo ætlum við að biðja. Takk Jesús og við erum með bænarefni. Við erum með nokkur bænarefni í United, fólk sem er bæði á spítala og er að glíma við alls konar. Og ég þakkaði Drottinn að við fáum að bara leggja þetta kvöld í þínar hendur og ég þakkaði Drottinn fyrir allar árstíðirnar sem eru í líf okkar og ég bara bið fyrir systkini mín sem eru hérna í salnum núna og árstíðirnar sem að þið eru inni og ég er inni og við erum inni. Ég bið Drottinn náð. Ég bið að þú gefur okkur náð til að sjá árstíðina sem við erum inni og við sjáum hana að hún samverka til Guðs. Að blessannar sem að tilheyra þessari árstíð í líf okkar, að við sjáum blessannar og við sjáum hvernig við getum gengið áfram í gegnum þessa árstíð með þér. Og ég lofaði Drottinn og ég þakkaði heilagandi að þú talar til hvert og allra sem eru hérna. Þú talar til þeirra sem eru að þjóna og spila og predika og talar til Óla og manna á hljóðinu og þú talar til okkar allra að því við öll skiptum máli og ég lofaði Drottinn og ég bið lækningu fyrir vin okkar sem eru á spítalanum sem að þú veist hverju eru Drottinn og ég bið líka fyrir lækningunni líkama og sál. Ég þakka þér heilagi andi, þakka þér fyrir þennan ljúfa ástarfund sem við eigum núna með þér heilagi og við lofum þig Jesús, við elskum þig Jesús, Jesús þú ert Drottinn. Amen. Já. Og svo ef þið viljið gefa, þá erum við með posa hérna aftast og lítinn bauk. Já, nú dálítið skoður, það ekki?
Og við þökkum fyrir hverja þá gjöf sem að þið sjá okkur fært að gefa inn í starfið. Amen. Það stendur í Opinberunarbókinni, 4. kafla, 11. vers. Verður ert þú drottinn vor og Guð, að fá dýrðina og heiðurinn og máttin, því að þú hefur skapað alla hluti og að þínu vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Hann skapari himins og jarðar, hann skaparinn okkar, hann þekkir okkur, en hann líka konungur konunga, sem að við erum sköpuð til þess að tilbiðja, við erum sköpuð til þess að dásta honum og sköpurinn hans. Skulum rísa á fætur þeir sem getið og höldum áfram í lofgjörð. Þér sé lof, drottinn Guð, lofa sé þitt nafn, leyf mér að tigna þig. Syngi lofsöng til þín, lofa þig, leyf mér að tigna þig. Sólin rís, dagur nýr saminn. Ég syng þá lofsöng þinn á ný. Og hvað svo sem gerist á göngu þennan daginn, gef mér að syngja þar til róðna skín.
Drottinn leyf mér að tigna þig. Syng ég lofsöng til þín, lofa þig, leyf mér að tigna þig. Ó, Drottinn leyf mér að tigna þig. Drottinn leyf mér að tigna þig. Veröldin öll megið sig, hér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar þig lofaði Drottinn dýrar til mér hjá. Ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrar til mér hjá. Ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Heiðri þig, veröldin öll megið sig, hér hver sá, jörð, tungl og sól
Kynslóð eftir kynslóð krjúpa mun í lóðgjöf lofar alveg látlaust til lambi Guðs. Öll þau sem undan gengu og þau sem trú fá senn lofa alveg látlaust til lambi Guðs. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn það ofar öllu allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn það ofar öllu syngur heimins heil.
allt sem skapaði. Helgur, hátt upp hafin helgur, helgur eilíf. Heyrðu lofsönginn okkar Drottinn, heyrðu lofsönginn. Helgur, hillum konunginn. Helgur, þú aldir ert. Helgur, helgur eilíf. Þú aldir ert. Helgur, helgur eilíf, aðeins þú, Jesús. Heilar, heilar, heilagur ertu konungur, konungur konunga. Ó, Jesús. Þú ert heilagur, heilagur og hátt upp hafin. Þú aldir ert. Helgur, helgur eilíf. Takk Jesús, heilagi Faðir, þú ert heilagur og hátt upp hafin. Það eru forréttindi að fá að lofa nafnið þitt, Drottinn. Takk Jesús fyrir allt það sem þú hefur gert í lífum okkar. Drottinn, við lofum og lyftum nafnið þínu hátt í kvöld. Heilagur, heilagur, heilagur. Takk Jesús. Drottinn Guð minn, hér er ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin dimm, enginn hér. Drottinn Guð minn, hér er ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin dimm, enginn hér. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa. Eilíf minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa. Eilíf minn Guð. Þú sem skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér.
að sér hver kné skal beygja sig og sér hver tunga skal játa nafnið Jesús. Heilagi Faðir, lyftum nafnið þínu hátt í kvöld. Við beinum sjónum okkar að hásæti þínu Drottinn. Það sem að friðurinn það sem að lækningin Drottinn. Það sem að öll svörin, öllum okkar spurningum svarað. Í augliti þínu Drottinn minn, við krossinn þinn Jesús. Rísum öll á fætur. Drottinn minn, bara þökkuði fyrir náðin og miskunn Drottinn. Þökkuði fyrir að þú trúfastur og yndislegur Guð Drottinn. Faðir minn, við elskum að fá að dvelja í nærveru þinni. Lofa þitt nafn. Lyft upp þínu nafni Drottinn. Gera þig kunnan Drottinn. Hvar sem Drottinn. Ég bið bara Drottinn fyrir einum og sérkonum sem inn í salnum hér í dag Drottinn. Bið bara blessun og varðveislu Drottinn. Opin hjörtu Drottinn fyrir þinn heilaga anda. Þú megi starfa í lífi fólks hér í kvöld Drottinn. Brjóta niður vígi Drottinn. Brjóta niður kvíðan og óttan Drottinn. Vanmáttakennd og hræðslu Drottinn í lífi fólks Drottinn. Faðir minn, bara við komið von og meiri von og trúin í lífi fólks hér í kvöld Drottinn minn. Við elskum þig og við þráum það eitt að fá að lyfta upp nafnum þínu. Jesús, við elskum þig. Halleluja, í Jesú nafni. Amen. Vá, hvað það er yndislega lofgjörð. Þetta er eitthvað svona kvöld sem maður getur bara verið í þessu, í allt kvöld. Halleluja. Yndislegt að sjá hér í kvöld. Þetta er búið að vera svo skringilegir dagar núna síðustu, vikur, ég má ekki segja það. Og bæði sorg og líka gleði. Og þakklæti til ykkar fyrir samskot og annað sem eru fyrir sem var fyrir útförans gulla okkar og kirkjunu og erðadrykkjunu og komið hér á 300 manns í erfidrykkjuna og stórkostlegt og við getum líka lært rosa mikið af þessum tíma. Ég hitti minnst okkur 2 hér sem annað nú í salnum hér í kvöld og það sem sagði hann Gulli var alltaf að bjóða mér að samkomu og ég fór aldrei. Hugsaði þér, hann skulle þurfa að deyja til þess að ég komi á samkomu. En það, síðan ákvað það að hann ætlar að taka þetta skref og vera með okkur hér alla mánudag og lof sig Guði fyrir það. Og það er líka sem að sér á svona stundum sem þessu að hversu marga við getum í raun snert. Hversu mörg lífi getur snert með lífi okkar. Og ég segi eins og segi mjög ofta að við að predika orðið á hverjum degi og nota orð ef með þarf. Og ég held nefnilega að það sé það sem grunnurinn að lífi okkar. Það er að við lifum fagnaðarerindi.
að við aktum í líf okkar. Og stundum geta það verið rosalega erfitt. Ég var að hugsa í sætun á hann og líka því ég var að hugsa þetta í dag, ég var að lesa Rómarbréfið og þá var ég að hugsa þetta sko, að þið eru breytti tímar og óvinurinn, djöfullinn, Satan, höggormurinn sem á að vera hérna undir sólanum á okkur, hann sem öskrandi ljón og gengur til þess að stela, slátra og eyða. Við sögðum alltaf í gamla daga, ég sé Björn Ingi hérna í kvöld, við ólumst upp á sama tíma, að þá áttu allir í fólksangum bjöllu, munið til þeim, svona gamla bjöllur. Allavega það var ekki svona mikið tækni svo í dag. Ég gat ekki keyrt bílunum dagina þegar vantaði batteri í fjárstýringuna. Ég maður vorum að fara í Húsafelleginum, þá bræddi vélinn úr sér í offanum og þá var bara losaður eitthvað 4 skrúfur og nokkar slöngur og svo voru 2 menn sem tóku vélinn út og settu nýja í. Þetta var nú svo auðvelt í gamla daga. En Volkswagen vélinn hafði þannig að hún var ofboðslega kraftmikil rétt áður hún bræddi úr sér. Og ef ekki að segja það síðan djöfullinn. Hann fer sem öskrandi ljón og reynir að koma höggi á fólk og með miklum látum í dag. En sigurinn er unnin, við eigum sigurinn í Jesú Kristi. Og við þurfum ekki að hafa ágjörð því. Og mér langaði að lesa þessu búin Rómarbréfinu og við þurfum ekki að fyrirverða okkur fagnaðarerindi og það í 1. kaflanum. Ég fyrirverð mig ekki fagnaðarerindi. Það kraftur Guðs sem frelsar hvern þann mann sem trúir. Gyðingi fyrst og aðra síðan. Réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Réttlæti trúarna sem Guð gefur öllum þeim sem trúa á Jesú Krist. Það engin greinamunur. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð og Guð réttlæti þá án þess að nokkur verðskuldi það af náð með endurleysinni í Kristi Jesú. Og ég búin að hugsa svo mikið líf eins og Gulla og fleiri sem eru búin að ganga þennan baráttu veg. En það bara þannig að við eigum endurlausn og við eigum leiðina tilbaka. Ég fann það fyrir mitt líf og ég svo endalaust þakklátur við það þó ég hef ekki séð neina von, en þá átti ég þetta litla mustaskot vonræðina að ég gæti eignast líf á nýju. Og það gerðist fyrir mig. Og þær þrengingar sem ég gekk í gegnum voru kannski meira til þess índautur að staðfesta það að ég þurfti á hjálp að halda. Ég gat þetta ekki einn. Og ég held að þeir sem komu hér á samkomu, það voru hér 200-300 manns hérna á nokkrum samkomu hérna í röð eða á minningakvöldinu og á lofgjörðakvöldinu, fullt af fólki sem leitandi og það okkar tækifæri að því að þeir hluti sem að gerast í lífi margra, þegar við fáum bænarefni inn fyrir hver einastu samkomu hérna á mánudögum með fólk sem að berjast þér í lífi sínu, þar sem áfengi og fíkniefni að koma, þetta verður erfiðar að vinna við þetta. Ég finn það sjálfur eins og með draumasæti, þetta miklu meira og erfiðar að halda utan á alla hluti í dag út af því að neyslan er orðin ljót og þetta bara harður heimur sem við lifum í. Og það svo auðvelt að detta inn í meðvirknina, það líka auðvelt að detta inn í að refsa og þú veist það þessi milli hvaða vegu við að fara. En vitið það að svarið við öllu þessum spurningum í Kristi Jesú. Og þessir einstaklingi sem komi hér, og ég búin að tala við þó nokkuð marga sem hafði aldrei komið í kirkju áður, sem komi hérna, og fannst yndislegt að koma hérna og eiga samfélagið hérna. Nú það á okkar því að þeir hluti sem að gerast, til dæmis innan okkar hóps, þessi sem að berjast í áfengi og fíkniefni, að þetta að gerast innan okkar svæði. Og við verðum eiginlega að horfa á þannig, að eiga trú okkar og lokana og bara í naflanum á okkur sjálfum, þannig virkar það ekki. Þetta virkar að við förum út með orðið. Til þessi erum við hérna. Við erum ekki hérna til þess að fita okkur sjálf, heldur erum við hérna til þess að koma sem flestum inn í himinin. Og það gerum við með það. Og mér finnst Willi Hendricks, hann sagði þetta svo gott þegar hann söng hérna kvöldi, á minningakvöldinu, tónleikunum, þegar hann sagði að Gulli fekk að fara fyrr á undan okkur í himinin. Og þú veist, við getum alltaf svona söknuðurinn alltaf, en hræðslan við dauðan á ekki að vera í líf okkar. Þú veist, ég ekki hræddur við að deyja. En ég hugsa oft það, það verður svolítið erfitt að skilja eftir allt það sem maður hefur. Fólkið og söknuðurinn kemur. En eiga þessa fullvissu eilífa lífið.
Þetta bara eins og við á jörðinu, þetta bara eins og millilending, þú ert að fljúga erlendis. Þú veist, við lendum bara smástundin á jörðinni og okkur er gefin verkefni þar. Og verkefnið að leiða fólk inn í Guðs ríki. Að því við eigum náðina fyrir Jesú Krist. Í 5. kaflanum stendur réttlætt af trú. Réttlætt af trú höfum við frið við Guðsaki drottins Jesú Krist. Hann hefur veitt okkur aðgang að þeirri náð sem við lifum í og við fögnum í voninu dýr Guðs. En ekki aðeins það, við fögnum líka í þrengingum, þar sem við vitum að þrengingin veitir þolgæði, en þolgæði gerir manni fullreyndan og fullreyndur á vonina. Og það er akkurat það sem að þegar erfiðleikarnir koma, og þeir koma, það bara þannig, en þá er svo gott að eiga þessa trú, þessa fullkomlu trú, eins og ég vitna alltaf í Hebreabréfi 11. Það er staður sem ég vill vera á. Ég les þetta aftur og aftur og aftur, að ég á trú á þess að efast, og það er svo gott að vera þar. Þá verða erfiðleikarnir svo smávægilegir. Þeir eru þungbæri þegar það gengur á, og það getur stundum verið erfitt, og þá er líka mikilvægt að við eigum þetta samfélagi Guð, að við eigum samfélagi og bænina, andardáttur trúarinnar er bænin, að við leitum Guð, svo tölum við Guð, og Guð þekkir hugrenningar hjartans, eins og ég segi oft, allt það sem við erum að hugsa, allt það sem við erum að gera, það er bæn til drottins líf okkar. Og ég þarf, hversu oft er það þegar fólk lendir í erfiðleikum og segir bara Jesús, og mér sem fólk sem ekki eins og trúa, eða Guð með almáttugur. Þú veist, þetta er bara ósjálflega viðbrögð sem að líkamenn og andinn okkar er með, að það er að kalla þetta hann sem hefur allt vald á himnu og jörðu. Og það er hjálpið sem við þurfum. Og það er svo sorglegt líka að horfa upp á það, en það er bara, þetta er heimurinn í dag, að við horfum upp á svo marga vin okkar og kunningja og fólk sem er í kringum okkur sem er að berjast bara ótrúlegri baráttu á svona hamsturhjóli. Það er alltaf það sama, aftur og aftur og aftur og aftur. En það vill ekki gefa sig Guði. Það vill ekki setja trussið á hann. Þú verður að gera það. Af því að ákvörðin er í þínum höndum. Ég var að tala núna á TS-skólanum, það er æðislegt að hitta fólk sem er alla daga, 5 daga vikunar, að lesa og læra Guðs orð. Og nú er spennandi, og náttúrulega Viktor okkar að fara að byrja með biblíuskóla, verður gaman að sjá, við fáum nánari kynningar því síðar. Og það er svo mikið að við lesum og nemum orðum og lærum að þekkja Guð. Gangan okkar með Guði þarf að vera byggð á að við höfum fullvissu hvert við erum að fara og hvað við erum að gera. Hver hugsun okkar er, að við grípum ekki inn í, og það er það sem er að gera sem allt og marga sem er að berjast í áfengi og fíkniefni, að við erum alltaf að gera þetta á okkar forsendum. En við verðum að gefa Guði allt, líf okkar, til þess að gangi upp. Við horfum og sjáum þetta eins og ég nefni Gulla minn og bara blessu sé minning Gulla mín og allt það. Við nota hann svo óbúslega mikið og það er svo margir sem að nota það, og það er að gefast ekki upp. Skilur þú? Lalli minn í kvöld. Hver hafði trúið að Lalli getur orðið edrú? Enginn. Ekki nokkur með einasti maður. En hann er edrú. Búinn að edrú til margar ára. En það er líka þegar við stígum þetta skref og treystum Guði fyrir líf okkar. Eigum samfélag við aðra trúi, að finnum að við erum inn í svona kærleik og svona friðarsamband við fólk. Að við leitum að ráði á öðrum, fáum lánaða dómgrið til öðrum fyrir líf okkar. Þorum að tala líf okkar, þorum að tala það sem er að í líf okkar. Við þekkjum þetta til þess voru þess aðsendungin gerð, og þeir aðfundin, það er þess að við getum talað út líf okkar og leita ráðlingu og fengið að lána dómgrið annara fyrir líf okkar. Fólk sem gengið þess að leiða áður. Ég var algjörlega hér, ég var bara dáinn fyrir 14 árum síðan. Algjörlega búinn, og þau hefur bara átt að sjá hvernig það var, og sem betur fyrir ekki til nein myndaði, ég vona ekki. 14 árum síðan, að þá stöndum hér í dag og mitt líf er algjörlega umsnúið, af því að ég treysti Guði alveg frá fyrsta punkti og er ekki að reyna að grípa inn í það sem hann er að gera. Mér langar ofta að gera það. Mér langar svo ótrúlega margt. Mér langar að opna meðferðarstofu. Mér langar að gera fullt af hlutum, og það er alveg svona opin tækifæri. En Guð veit hvað hjarta mitt er, hugreininga hjartans, hann þekkir þær. Og ég ætla ekki að reyna að hjálpa honum, það hefur ekki reynst vel að ég segi að hjálpa honum. Heldur býð ég bara eftir hans tíma.
fyrir það, af því að hann mun þá gefa tíman og hann mun gefa rýmið og hann mun gefa fjármagnið og allt sem við þurfum í þetta. En þurfum við á þessu að halda? Já, við þurfum svo mikið á þessu að halda í dag. Þú veist, TSI er að berjast að finna lausnir í því með húsnæðismálin, til þess að geta verið með áfangaheimili, til þess að geta verið með meðferðarstarf. Þú veist, við þurfum á því að halda í dag. Við þurfum að setja Guð inn í göngun okkar. Og þú veist, ef þú ert hér í dag og þekkir ekki drottinn Jesús inn í þínu lífi, þá skora ég á því að gefa honum séns. Af því þá fara hlutinir að ganga fyrst upp. Lesið bara sporin. Þetta er allt þar. Aðri kraftur, máttur mínu eigin vilja, geti gert mig helbriðan á nýju. En við þurfum að gefa honum nafn, þessum aðri mætti. Jesús Kristur. Eini vegurinn að hjarta föðurins. Vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og þegar ég var að tala inn á TSI, þá ætlaði ég að tala svolítið kannski öðru sem hluti heldur en ég ætlaði að gera í byrjun. En þá, að því mér finnst svo mikilvægt að stundum skilja ég, af hverju er þetta svona erfitt fyrir svo marga að stíga þessa leið? Af hverju er svo erfitt að fara bara all in? Ég trúi því að það sé út af því að við þekkjum ekki hvað það er sem gerðist á krossinum. Við þekkjum ekki út af hverju Jesús kom. Og við þekkjum ekki, sem er grundvallaratriði, að þetta er allt í okkar höndum. Guð getur ekkert gert nema þú leyfir honum. Og það er það sem ég talaði svo mikið við þennan hóp, TSI-hópinn, og það er ákvörðunarvaldið er í þínum höndum. Það er eingöngu í þínum höndum. Þú verður að játa með vörunum eins og Inga María sagði hann og trúa með hjartanu að Jesús sé drottinn, að hann hafi dáið á krossinu fyrir syndina, sjúkdómana, allt sem þetta berjast þig, krabbamein, áfengi, nefndu það bara. Til þess að við getum eignast líf og lífi fullir gnægð. Og það er sem er í boði fyrir okkur öll. En þá þurfum við að láta af og leyfa Guði að koma inn í líf okkar. Kærleikur Guðs hefur streymt inn í hjörtu okkar með heilögum anda sem okkur er gefið. Meðan við vorum vanmegna, dó Kristur á setnum tíma fyrir óguðlega. Varla gengur nokkur í dauðan fyrir réttláta mann. Fyrir góða mann kynni einhver eftir vill að deyja. En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar með því að Kristur dó fyrir okkur þegar við vorum enn syndarar. Því fremur mun hann nú frelsa okkur frá reiðinni þar sem við erum réttlætt fyrir blóð Krists. Að því syndin sem kom inn í heiminn, við fórum inn í það líka í TSI-skólanum, syndin kom inn í heiminn strax í byrjun og það er svo magnað að hugsa til þess að þeir skapa mannin til að segja samfélag við hann. Við viljum skapa mann í okkar mynd og þá með frjálsan vilja, er það ekki? Og þau voru fljóta að byrja að nota hann. Þeim eiga þetta allt sem er hérna í kringum við, bara ekki snerta þetta tré. En þau gerðu það. Er þetta ekki svolítið maðurinn? Þetta er svolítið líkt honum. Og þarna kemur erfðasyndin inn í heiminn. Við reyndum að berjast í mörg ár. Við lögmál, boðorðin 10, við gátum ekki uppfyllt neitt. Slátruðum fallegasta lambinu yfir páskahátíðina, möguðum blóðina og dýrastafina þannig að engill dauðan kemist ekki inn. Alls konar ritskjól í gangi á þeim tíma. En síðan kom lambið heilaga fyrir 2024 árum og var slátrað á krossinum fyrir þig. Þá rann blóði í síðasta skipti, í eitt skipti fyrir öll skipti. Og það er það sem er í boði fyrir okkur í dag. En við þurfum að ákvarða að taka á móti Jesú Kristinn í lífi okkar. Auðvitað þurfum við að lesa orðið, við þurfum að læra að þekkja Guð. Við þurfum að læra að þekkja rétt frá röngu. Þetta kemur smá saman. Fyrst finnum maður að blótið fer. Svo fer reiðin.
og ílskan. Öll erum við að berjast í okkur hluti í okkar lífi, en Guð er með svar inn í öllar kringustæður í lífi okkar. Alveg sama hvað það er. Þó þú hafi verið þjótu, kjöftu, lygin, ómyrkir og óeðlilegur og allt í einu, þá er Guð svarið því. Að því Guð er fyrirgefandi Guð. Hann elskar að fá umvefja þig í kærleika og í fyrirgefningu. Og það er fyrir líf okkar. Og við þurfum að trúa því. Okkur finnst það kannski svolítið cheapa því að við getum bara með einni lítill í bæinn að þá er það bara allt farið. Frammi fyrir Guð er það. Guð er búinn að fyrirgefa þér. Guð er búinn að fyrirgefa þér fyrir Jesú Krist. Og þú þarft að læra að fyrirgefa þér sjálfum. Og það var það sem ég sagði oft í Gulla minn. Þú veist, fyrirgefning það líka að koma til þín frá þér. Og það var þessna sem hlutin fór að ganga í hans lífi. Þegar hann lærði að fyrirgefa sjálfum sér. Og það er það sem við þurfum ofta að gera. Og það gerum við með vinnunni okkar. Við gerum það með því að fara til fólk sem við höfum brotið á. Það gerist með því að segja fyrirgefðu. Það er það sem við þurfum að gera við líf okkar. Við þurfum að hreinsa til í líf okkar. Það er alveg vita mál. En fyrst og fremst er það, og sérstaklega fyrir þennan hópi á þessum tímum sem við lifum í dag, þar sem við erum með kolhrunið heilbrigðiskerfi, þar sem að alkohólistar eru í 10. sæti eða jafnvel ekki eins og til í bókunum. Hjálpin er erfitt að fá, biðlistar, fólk að deyjandi á biðlistum, hræðilegir hlutir. En við þurfum að fara að læra og við þurfum að grípa í það. Við eigum ekki að sætta okkur við fórnarkostnaði í mannslífum. Að því leið við erum búin að gera það, þá erum við búin að tapa baráttunni. Og ég segi það enn og aftur, við eigum bara ekki að taka þátt í því. Við viljum bara fá sér á lausn og við erum að biðja Guð að Guð leiði fram rétt fólk til þess að stýra þessu landi. Ég ætla ekki að vera með pólitískar ræður, en það stendur við að biðja fyrir þeim sem er hátt upp hafið, til þess að þeir sem leiða okkur áfram megi taka rétt ákvarðanir, að þeir megi vera leiddir áfram að Guði. Og það er það sem við þurfum í þessu þjóðfélagi í dag. Það er allt upside down hérna. Þetta er bara eins og Chris Rea sagði, þetta er bara highway to hell. Og það er það sem er að gera allt á mörgum stöðum í okkar þjóðfélagi. Og við þurfum að sjá breytingar í, við þurfum að vera smita, við þurfum að vera salt. Við þurfum að fara út með boðskapinn. Þetta er allt orðið svo öfugsnúið. Linda postaði daginn eitthvað blaði sem var inn í skólanum og í skólanum af barninu mínu. Ég er bara ekki að sjá þetta. Þú veist, það er verið umpóla öllum hlutum. Allt sem er kristilegt er bara burtu með það. Og frelsi sem er ekkert annað heldur en helsi. Sem heldur fólki. Og við þurfum að sjá breytingar í þessu og við getum gert það með því að fara út með orð Guðs. Og munum það að líf okkar og vitnisburðin okkar sem við erum með líf okkar er besta boðinu sem til er. Það er ekki til neitt. Við getum öskra á torgum og verið upp á góskossinir á torgi og hrópa Guðs orð og það er bara mjög gott. En það er ekki kemst nálagt þínu eigin lífi, þú segir án orða, heldur í verki. Að það er að elska alla. Slókanið fyrir þetta starf hér sem var stofnað 2011 var elskum fólk til lífs, elskum lífið. Og það er það sem við þurfum að elska fólk inn í Guðs ríki. Það þarf á kærleika Guðs að halda, það þarf á því að halda, að finna fyrir það að sé verðugt, að finna að það er von fyrir líf þeirra. Og það er allt og margir sem að er að berjast í vonleysi, að hafa ekki von fyrir lífið. Ég var með sem ég ætla að lesa. Lofa sé Guð Faðir drottinn vors Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir uppreisn Jesú Krist frá dauðum. Gerið því í hugi ykkar viðbúin að vera vakandi. Bindi alla von ykkar við þá náð sem ykkur mun veitast við opinberun Jesú Krist. Verið eins og hlýðin börn og láti líferni ykkar ekki fram mótast af þeim gindum þið létu stjórnast af í vanvisku ykkar. Og það er okkar gindi og það sem við höfum verið að berjast í líf okkar. Við þurfum að láta af og leyfa Guði. Og það gerist við tökum á Jesú Kristi í líf okkar. Og ég hveti og ef þú ert hér í dag og hefur ekki tekið þetta skref að gera það í kvöld. Það getur líka orðið of seint. Það er svo mikilvægt að ég ætla að segja ykkur einn sögu og mörg ykkar hafa heyrt hana því mér finnst hún binda svolítið svona endahnút á svona sem ég er að tala um. Að þegar ég var nýkomin inn í kirkjuna þá var Björn Ingi hérna og það með sér að forstöðumaður og öldungur úr þessari kirkju í gamla daga, þeir eru hérna í kvöld og það er svo gaman að sjá fólk er að koma til vatn. Það stendur líka að Guð sé að taka allt þetta fólk og sópa þeim saman að nýju. Við þurfum á þeim að halda þessum stólpum.
En þegar við vorum í þessari kirkju, þá var kona hérna sem samdi fullt af lögum, Guðrún Tómasdóttir hérna, og heitir, og hérna samdi mikið af fallegum lögum sem mörg okkar þekkjum og mikið verið sungið upp á Hlaðgerðarkoti til dæmis. Og hún sagði þessa sögu, þetta er svona sýndamynd, eins og við vitum þá kemur Jesús í skýjum himins til að sækja kirkjuna sína þegar tíminn kemur. Við bíðum eftir að hann komi. Og hún sagði þessa sögu sem þessa gamalli konu sem fór alltaf inn í mjólkubúð, það var í gamla daga, það var bara mjólkubúð og keypti maður mjólk og keypt hálft brauð og svona. Og þessi gamla kona, hún kom á hverjum einasta degi í mjólkubúðina og keypti hérna hálfan lítur mjólk og hálft brauð. Og það var ung stúlka sem afgreiði hana og búin að afgreiða hana til margra ára. Ung stúlka sem tilheyrði svona frjálsum söfnuði og hérna frelsuð, gegn frelsuð. Þessi yndislega kona, en þótt svo væntum hann að hún kom inn með stafinn og labbaði inn. Og svo einn daginn þú voru að versla, þá kom Jesús Kristur í skýjum himins. Og hérna, svo bara lyftist unga stelpan frá afgreiðsluborðinu upp í himinin í svaka gleði. En svo lítur hún niður, þá var gamla konan þar með stafi með tárinu og hún sagði, af hverju sagðirðu mér aldrei frá? Og það ekki það sem akkurat, við þurfum að rótfesta þetta í okkur. Við viljum ekki að fólk verði eftir. Við viljum að allir komist til þekkingar á sannleikanum sem er Jesús Kristur. Og þetta er allt byggt á einum og sama lausn. Það voru ekki naglar sem héldu Jesús Krist á krossinum. Það var kærleikur og ást sem gerði það. Til þín. Þannig gjör ég svo fætur, hún biðið aðeins og hérna, mér langar að biðja fyrirbiðinu til að koma fram. Og ef þú ert hér í kvöld og hefur ekki tekið að skrifa, gerðu það í kvöld. Ég skora á því að gera það í kvöld. Og viljið þú sjá breytingar í lífiðinu, gakktu þessa braut. Kynstu fólkinu sem er hérna inn og fólk sem þekkir Guð og er búin að ganga þessa leið. Veit nákvæmlega, það er búið að gera öll mistökin í bókinni. Ég er búin að gera öll mistökin í bókinni. Að reyna að stjórna sjálf, það gengur ekki. Ég verð að gefa Guði allt í lífinu. Þá gefur hann mér allt og rúmlega það. Ég ekki skort einn einastur hlutur síðan ég gaf honum líf mitt algjörlega. Stundum skil ég ekki hvernig hlutin ná saman, en þú veist það allt í lagi. Ég treysti honum fyrir því. Halleluja. Faðir, við bara þökkum þig fyrir náðina, drottinn. Við þökkum þig fyrir einn og sérkvæmt sem hér er í kvöld, drottinn minn. Ég þakka fyrir þessa einstaklinga, drottinn, sem eru núna, drottinn, hugsi og drottinn þrá að taka skrefið. Drottinn, ég þakka þig fyrir þessa von sem er í lífum fólk sem hefur kveiknað í kvöld, drottinn, að þú ert sem þú segist vera. Þú getur komið með lækningu, þú getur komið með lausn inn í líf fólks hér í kvöld, drottinn. Við þökkum þig fyrir bæninu, við þökkum þig fyrir, drottinn, þennan andadrátt. Við þökkum þig fyrir að við getum alltaf komið fram fyrir þig. Við getum alltaf talað við þig á hverju einustu stundu sem er, drottinn. Að okkar hugsanir og hugreiningar, drottinn, sem fattar í hjarta okkar, þekkir og heyrir. Við þökkum þig að þú svarar bænum okkar. Og segir orðin að við þurfum ekki að vera hugsjúkum neitt, heldur gerir öllum hlutum óskir okkar kunnar þér. Með bæn og beðni og síðast en ekki síst með þakkagjörð. Og þá mun þinn friður sem er æðri öllum skilningi varveita hjarta okkar og hugsanir í þér, Kristur Jesús. Og við þökkum þig fyrir þennan frið. Frið í hjarta. Hvíldina, drottinn, að fá að vera með þér. Hvíldina í lofgjörðinni. Takk fyrir að þú ert læknirinn, þú læknar öll megin. Við viljum biðja sérstaklega, drottinn, fyrir þessari konu sem var að tala við okkur út af, sem er á spítalinn núna, drottinn, sem er með krabbamein og hefur komið ykkur eiturinn í, drottinn, og ég biðja bara Faðir um að ég snerta við henni núna þar sem hún er, drottinn. Komdu með þína læknandi hönd, drottinn, þér er engin hlutur megn, drottinn. Snertu við lífinar og við bara stöndum gegn þessu krabbamein og vísum í burtu í Jesú nafni. Gefur henni fullkomna heilsu, drottinn minn, í Jesú nafni. Takk fyrir valdi sem þú gefur okkur í bæninu, drottinn. Rek út í landa, tala nýjum tungum. Drottinn, við bara þökkum þig fyrir að þú hefur gefið okkur, þú hefur kennt okkur þegar þú varst hér á jörðinni, Jesús. Hvernig við eigum að vinna og hvað við eigum að gera. Valdi sem þú gefið okkur fyrir heilagan anda. Drottinn, geta lagt hendur yfir sjúk og þeir munu vera heilir. Drottinn, gefðu okkur þessa trú, byggðu undir trú okkar. Að náður við hólpin orðið fyrir trú, ekki okkur að þakka.
Við biðjum bara blessunin í vikunni fyrir einn og sér hvort sem inn í dag, Drottinn. Gefðu að megum vera samfélag, Drottinn, þar sem við elskum hvort annað, styðjum hvort annað, hjálpum hvort öðru, Drottinn minn, í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Amen, amen. Eru fyrirbyggjandi konur. Við hefum ekki að koma fram og skulum láta biðja. Það er gott að láta biðja fyrir sig. Það er gott að fá svar. Það er gott að fá orðin í lífsitt. Það er gott að fá lækning og lausn. Og það er þess að það fjallar að við gerum þetta samfélag. Og þú ert velkomin inn í þetta samfélag. Hefur ekki tekið á móti Jesú Kristi þá endilega komdu hérna bara vinstra megin og við skulum biðja saman og við biðja inn í Guðs ríkið. Þar sem hlutirnir að gerast, þar sem hlutirnir eru. Amen. Takk, Jesús.